Komið sæl og verið velkomin að Rauða borðinu í sálfræðispjall og svona, já, við höfum stundum fengið sálgreinendur, hvað ég segja? Hér er sálgreinir, já. Já, sálgreina það, beðist það svoleiðis. Já, það myndi vera í fleirtölun, já. Hér er sem sagt komið Sæunn Kjartansdóttir, hinn ein og sanna, ein af mjög fáum sálgreinum á Íslandi. Það eru svona miklu fleiri sálfræðingar og sem eiginlega kannski vinna eftir annars konar hugmyndafræði eða aðferðafræði, heldur sálgreiningin og þú ert líka rithöfundur og varst að gefa út sérstaklega spennandi bók sem heitir Gáfaða dýrið. Ertu ekki búin að vera að kenna líka í endurmenntun út frá þessari bók? Jú, ég er búin að vera með námskeið þar Gáfaða dýrið. Ég heyrði sko af einmitt mæðgum sem fóru á námskeið hjá þér og það hefur verið sko mjög gott fyrir svona fjölskyldutengslin að fara á námskeiðið og þína bækur hafa nú aldrei hjálpað mörgum 1000 fyrstu dagarnir og árin sem enginn man og svo skrifaður ansi magnaða bók mömmu þína. Já. Og heitur hún ekki Óstýriláta mamma mín? Jú, Óstýriláta mamma mín og ég. Og ég, já. Það er já, þetta er svolítið eiginlega einstök verk á Íslandi, þessi verk þín, þau fara svona yfir dálítið mörg svið og núna, og þú ert dálítið ólíkindatól þannig að núna varstu skrifaður grein í blað heimsendakvíða og varst að segja að það myndi ekki, hlýnun jarðar myndi ekki valda heimsenda. Og þá hafa nú sjálfur stokkið sér til og sakaði að vera afneitað áhrifum loftslags málana á hlýnun jarðar. En getur aðeins sagt okkur svona, hvað gengur til með að skrifa þessa grein? Já, ef þeir lásu greinina þá kemur nú alveg mjög skýrt fram að ég er ekki afneitað þeim áhrifum. En eins og ég sagði í greininni þá hef ég verið sjálf bara mjög kvíðin yfir þessum málum og hrættum að þetta sé alltaf fara bara á versta veg. Og svo var ég í London daginn og í bókabúð sem nú ekki frásögu færandi en þá bara stökk upp í augunum mér þessi bók Not the End of the World og það er skosk vísindakona sem einmitt að fjalla þetta. Hún var sjálf í þessum sömu sporum þó hún væri komið með doktorsgráðu í umhverfisfræðum. Að þá var hún alveg viss hún væri bara að lifa versta tímabil mannkyns og hún vitnaði einmitt í þessar rannsóknir sem ég vitnaði þar sem að ungmennu út allan heim bara trúa því að við séum á síðustu metrónum. Já. Það sé ekki framtíð fyrir næstu kynslóðir og ég hef alveg trúað því. En það var mjög margt sem ég samsæði með mig við í þessari bók og þess vegna ákvað ég að skrifa þessa greina því ég er örugglega ekki einn það. Og það er þetta að fá auðvitað fréttir eða svona vitneskju loftslagsmálin fyrst og fremst úr fjölmiðlum og þau eru bara ekki áreiðanlegar heimildir ástand heimsins. Er það að meina þá sé þá meiri hörmungafréttir? Miklu, ég meina góðar fréttir ekki fréttir og það er bara kannski eðli fjölmiðla og við getum kannski ekki ætlast til þess að þeir komi, ég held að þessi barnaskapar að halda að þeir geti alveg jafnað þessa mynd. Við þurfum auðvitað að leita okkur upplýsingar víðar en kannski fæstir gera það. Það er voðalega lítið að fréttum af því starfi sem fer fram einmitt til þess að vinna á móti hlýnun jarðar á öllum möguleikunum eins og það virðist einhvern veginn, sú umræða virðist skila sér mjög svona seint til Íslands og bara eiginlega í gegnum þá sem eru að vinna í náttúruverndarsamtökum eða loftslagssamtökum og reyna þó að miðla því til okkar. Já, einmitt, ég kann svo mikið skýring á því og ég er engin, sko það er svo langt í frá ég sé sérfræðingur umhverfismál og hef náttúrulega mína vitneskjöfu núna miklu leyti úr þessari bók en ég veit hins vegar svolítið tilhneigingu mannsins til þess að þú veist hvað er það sem að kveikir á okkur hvað sækjum við, hvernig náum við athygli og við gerum það eða það er miklu auðveldar að ná athygli fólks með því að vekja ótta heldur en að vekja von. En hvað þá með til dæmis fréttirnar sem sagt bara borgina Reykjavík hnífstungurnar og ofbeldið og árásirnar og allar fréttirnar af morðunum og heimilisofbeldinu og svona. Er þetta ekki líka eitthvað sem að leggst í sömu rásina hjá börnum sko og veldur kvíða
Jú, ég meina, sko, ég held að séum auðvitað þurfum við að vita hvað að gerast í samfélaginu okkur og hvað að gerast í heiminum. En ég held að sé munur á því að kannski að vita það eða marinera sig upp úr því. Og þeir sem eru á fréttamiðlum eða samfélagsmiðlum meira og minna, sko, af og til kannski allan daginn, þeir fá náttúrulega ofboðslega stóran skamt af vondum fréttum. Og svo náttúrulega stríðsfréttum líka. Ég tala nú ekki stríðsfréttum og ég segi, sko, hlýnun jarðar eins og ég skil það mun líklega ekki valda heimsendi, ég held að sé mjög langt í það. En það ekki þar með sagt við getum alveg tortímt okkur. Við höfum alls konar leiðir. En ég held að hlýnun jarðar sé ekki einn þeirra. En ekki líka kannski hjá samt svona ungu upplýstu fólki, því ungt fólk virðist nú vera bara upplýstara en við svona þessi áhrif loftslagsbreytinga, það fólk kannski líka á ekki bara við kvíða að stríða heldur líka reiði og svona gremju vegna þess að þau sjá hvernig þetta tengist pólitíkinni raunverulega og hvað mikil pólitík í loftslagsmálunum, hvað raunverulega fátækulöndin þjást meira og hvað verið að hafa slítið til þess að verja kannski þá íbúa sem að bara mega sín lítils og raunverulega eru stórfyrirtækin, þau eru dálítið einráð í þessari, sko, og almenningur einhvern veginn borgar brúsan virðist vera, þannig að mér finnst þess að það sé svona, einhver leiti réttlát reiði. Já, en ég held líka að þetta ákveðin farvegur fyrir reiði sem ekki endilega þessi mál. En ég held að það svo margt ungt fólk sem vanrægt og mjög eitt og kvíðið og hrætt. Og það að skömminni skár að vera reiður en hrættur. Og til þess að veita reiðinni einhvern farveg þá þarftu að finna einhvern málstað eða eitthvað til þess að geta verið reiður yfir og það auðvitað nóg að taka. En þetta kannski ekki endilega, sko, ég held að þetta sé stundu birtingarmynd reiði sem ekki endilega málefnið. En þannig að þér finnst þægilega bara það að bindast samtökum eða taka þátt í mótmælum eða taka þátt í einhverjum aðgerðum og einhverju starfi fyrir ungt fólk virðist vera jákvætt. Það held ég sé jákvætt og ég held ég minn eitt af mikilvægast sem við gerum, það til dæmis að veita stjórnvöldum aðhald ef við erum að tala um loftslagsmálin og það þarf alveg massa í það. Þannig að ég held að þetta sé málefni sem við þurfum að berjast fyrir og halda vakandi. En þegar reiðin sko orðin svona stjórnlaus og svona óbúslega óttablandin, að það náttúrulega veldur rosalega mikil vanlíðan og þegar við erum mjög hrætt, þá hugsaum við ekkert mjög skýrt. En þarna erum við að tala um kannski ungt fólk og unglinga, en svo það börnin sem þú ert svona oft málsvari fyrir. Þau náttúrulega geta ekki bundist neinum kannski samtökum og þau bara svona einhvern veginn verða fyrir þessum fréttaflutningi, þessari umræðu, kannski samviskubit foreldra vera ekki að gera nóg eða flokka nóg, þau kannski fá bara eitthvað svona, og ertu að meina að þau lendi þá í einhverjum kvíða sem að þau bara ráða ekki við og við verðum þá einhvern veginn að passa okkur hvað við segjum og hvað við... Já, ég held að hlutverk okkar fullorðnu sé í fyrsta lagi að vernda börn. Þannig að þau séu ekki berskjöldu fyrir allt of miklu sem að þau kannski ráða ekki við. En í öðru lagi að þegar þeim líður illa, þegar þau verða hrædd eða þegar þau heyra svona hræðilega fréttir eða spár heiminn, að þau hafi aðgang að fullorðinni manneski sem getur rætt þetta við þau og hjálpa þeim með tilfinningarnar. Við getum þetta aldrei varið bara fullkomlega fyrir því að við búum í mjög ófullkomnum heimi. En leiðin til að takast á við það að hjálpa þeim í gegnum það og setja hluti í samhengi og draga úr óttanum þannig. En þannig til þess að geta það, þá þurfum við náttúrulega að vera svona í sameiginlegu jafnvægi, ekki allt og hrædd. Og líka við þurfum þá að geta einmitt sett í samhengi. Já. Sem að þessi bók sem þú vísar í og last, það tilraun til þess að setja þetta í samhengi. Já, og sjá ekki bara eina hliðina heldur, það eru margar hliðar. Og mjög margt sem að vekur von en það auðvitað betra að hjálpa börnum og hjálpa þeim til að finna von ef við sjálf höfum hana. Því ef við höfum hana ekki og erum bara að segja eitthvað, þá finna börnum það alveg. Ef það fyrir ekki saman hljóð og mynd. Þannig að þetta krefst auðvitað þess að við kynnum okkur svolítið málin hvert sem málefnið er. En hvernig tengist þetta bókinni þinni gáfaðadýri, þá það raunverulega dýri, þú ert að segja að það í okkur öllum býr dýr. Já, við erum dýr. Við erum dýr, já.
það býr ekki í okkur, við erum bara dýr og sumir verða pínum útgæður yfir því, en það er engin leið fram hjá því, við erum dýr, við erum að vísu gáfari í þeim skilningi en önnur dýr, að við erum með stærri vitsmunaheila og höfum ákveðna færni sem önnur dýr hafa ekki, við getum til dæmis unnið miklu betur saman en önnur dýr og þar hjálpar meðal annars tungumálið, en það sem við eigum sameiginlegt öllum öðrum dýrum er að það er í okkur mjög sterkt óttakerfi sem bæði kemur bara frá frummanninum, frá því að hann náttúrulega bjó við mun hættulegur aðstæður en við þekkjum og þurfti alltaf að vera á varðbergi tilbúin til þess að verja sig eða berjast og þetta kerfi er alveg sprellifandi í okkur ennþá þó að sé ekki ljón hérna frammi en þannig að óttinn kemur bæði frá frummanninum en hann kemur líka úr reynslu hvers okkar frá því að við erum bara pínulítið barn. Því það er mjög óttaveikjandi að vera lítill og ósjálfbjarga. Og þín svona aðferðafræði sem þú hefur þróað í tengslum við uppeldi barna, hún eiginlega gengur svolítið út frá þessu er það ekki að við verðum einhvern veginn að ræða við sem foreldrar verðum við átt okkur á því að börnin okkar eru með þennan dýra heila hluta til og við sjálf og þess vegna verðum við alltaf að byrja á okkur sjálfum að ná niður streitinu okkur sjálfum ef við viljum til dæmis að hjálpa barni sem er í uppnámi að það þýðir ekkert ef við erum í uppnámi líka þá er þetta bara 2 heilar í árásar og flóttaham og það næst ekkert samband þarna á milli. Þannig að þetta er alltaf samspil, við verðum alltaf að byrja á okkur sjálfum. En þetta sem ég var að tala með óttaðum frá því við erum lítil börn, sko hvernig einmitt okkur er hjálpað til þess að sigrast á þeim ótta og upplefa öryggi, það hefur auðvitað gríðarlega áhrif á hvernig okkur tekst það svo á fullorðinsaldri. Þú ert náttúrulega bara beinlínis kannski með bæði hefur skrifað aðferði til þess, hvernig á að hjálpa. Og ert líka með, er það ekki, þú hefur í mörg ár eiginlega stutt foreldra sem hafa orðið fyrir áföllum og hérna í foreldra hlutverkinu. Jú, ég stofnaði ásamt öðrum þess að við kalluðum miðstöð foreldra barna sem er núna komið inn í heilsugæsluna. Geðheilsu miðstöð barna heitir það núna. Þar sem við vorum að vinna með foreldrum á meðgöngu og eftir fæðingu sem að leið illa í þessu ferli. Og sem er alveg gríðarlega mikilvægt að því að foreldrar á þessu tímaskeiði þeir eru mjög móttækilegir fyrir hjálp og þeim líður oft illa ekki vegna þess að þeir sé ekki ánægði með að vera barnshafandi eða þeim líki ekki við barnið sitt heldur bara þetta eins og allir foreldrar þekki, þetta er óbúslega krefjandi tími og hann ræsir svo margt í foreldrinu sjálfu það að vera í þessari aðstöðu að geta, hafa ekki stjórn á tíma sínum, hafa ekki stjórn á svefninum og vera algjörlega á forsendum annarar mannesku þó hún sé pínlítið barn. Og jafnvel á meðgöngunni, þú skrifar nú það líka í árin sem engin mann, þá ef ég mann rétt, þá var það ákveðin léttir að lesa það, að sem sagt að það sé ekki, það sé raunverulega eðlilegt að vera að fara í gegnum ýmislegt svolítið erfitt á meðgöngunni á meðan að svona myndin sem dreinir upp af meðgöngu er oft þessi að það er að vera svo yndislegur og friðsæll tími eða sé það og þú veit kannski segja að það er friðsæll og hefur alla burði til að vera góður tími en það er samt þetta alltaf það er alltaf þessi samræða við dýrið. Já, ég meina þetta getur verið friðsæll og yndislegu tími en ég held að reynsla mjög margra kvenna og foreldra sé ekki svo og þegar þeir upplifa þá kemur þessu ótti við hvað er að mér, er ég eitthvað aðri en aðrir. Þannig að ég held að hluti af þessu bara mikilvægt að normalisera að öll líðan, kemur upp. Nú hefur líka komið upp svona, ég hef aðeins séð á samfélagsmiðlum í kjölfar greina sem þú skrifar, þú hefur skrifað nokkra greinar leikskólamálin og svona það sem voru kannski að vara við ef ég mann rétt sko að lengja leikskólan eða að börn byrji fyrr í leikskóla og svona benda á mikilvægi þessara samveru foreldra og barna í upphafi í þessari tengslamyndun og þú rökstyður það náttúrulega bara mjög vel en það kom alltaf upp raddir heyrir maður sem að segir sko að þetta sé afturhaldsamt að þú viljið þá bara einhvern veginn að konur mest séu þá heima lokaðar frá sínum ferli
og ég hef heyrt bara ýmsar reiðiraddir sko. Já, ég hef heyrt það líka en það ég finnst það aldrei, þetta eru orð sem er mér lögðu munn að konur eigi að vera heima og það er að hugsa börnina því að ég held þetta sé ekki konur frekar en kallar sem eigi að hugsa börnin en það má segja, jú, auðvitað þetta afturhaldssemi því þetta er forneskjulegt að börn þurfi foreldra, þetta hefur alltaf verið þannig og ég er ekki segið að verða að vera mamma og það þarf ekki eins og að vera pabbi, það getur verið leikskólakennari en það verður að vera staðfesta í því, það verður að vera sama fólki, það verður að vera fólk sem hefur áhuga börnum, sem kann að lesa í þarfir þeirra og getur brugðist við þeim. Og stundum er annað fólk betur til þess fallið en foreldrarnir. Því foreldrarnir getur liðið það illega, þeir geta verið í neyslu eða veikir eða, þú veist, þetta er ekki líffræðin segir ekki allt. En það er að sé einhver manneska sem er tilbúin til að setja sig í spor þessa barns og bregðast við því á viðeigandi hátt. En sko, og þetta segir nú líka leikskólakennarar sem að berjast fyrir kjörum sínum að það sé mikilvægt að halda menntunin í góðri og halda þessu á svona bara halda þessu starfi metnaði fullu en núna finnst mér svolítið vera baksla líka í því að talandi, já, það sem ég hef svona heyrt utan frá mér, frá sumum er líka einhver ákveðin að fólk tekur það þínum orðum, það er alveg merkilt hvað svona þín orð eru virka oft augrandi greinlega að því þau koma einhvern veginn á skjön við greinlega marga annað fagfólk sko, og eru einmitt oft svolítið lagt ránglega út af þínum orðum en þá er svona verið að segja að fólk tekur það persónlega að það svo staðreynd að þeim finnist erfitt að vera svona lengi heima lengi í fæðingarorlofi að þá kemur þessi skömm og kvíði þar hjá foreldrum og spurningin af hvernig á þetta að vera mögulegt að vera svona lengi? Sko, þetta er bara mjög góð spurning, alveg eins og með meðgönguna, ég meina það líður ekki öllum konum vel á meðgöngu, það líður ekki öllum foreldrunum vel heima með lítil börn og það þýðir ekki þeim þykir ekki vænt þau eða þau vil ekki eiga þau. Þetta er rosalega krefjandi og eins og fyrirkomulagi í samfélaginu okkar þá er þetta ofsalega einmannalegt. Að því að foreldrar eru svo einangraðir, það er hver í sínu horni því þeir okkur vantar svo einhvern sameiginlega vettvang þar sem foreldrar geta hist þannig að ég skil vel að foreldrum, auðvitað suma langa bara að komast sem fyrst í vinnun og það er ekkert að því en það sem við þurfum bara að gera þá er að búa barninu góðar aðstæður meðan foreldri fer í vinnuna það er ekki nóg bara að það sé einhver leikskóla einhver staðar þar sem er einn starfsmaður í dag og annar á morgun. Þetta er náttúrulega mjög krefjandi þar sem það er eiginlega leikskólaskortur Já. Þetta er náttúrulega pólitísk ákvörðun líka að búa ekki betur á leikskólanum, að borga ekki betri laun. En mér veit það svolítið merkilt því að þegar þú kemur með þína gagnrýni eða áminningum má segja mikilvægi þessa fyrir börnin að þá les ég það sem eins og hvatningu til stjórnvalda. Það er það. Sko, sem sagt, að gera betur. Já, sko. Já. En einhvern veginn það er svona skringilegt að svolítið eins og loftslagsmálin þá taka þessu einstaklingarnar til sín sko frekar. Eins og til dæmis í loftslagsmálunum maður finnst að stjórnvöld eigi að gera betur en að það lendi ekki á einstaklingunum að vera að kvíða því að vera ekki nógu duglegir að... Nei, og fá samviskubiti verið því maður flokki ekki rétt eða keyri bíl og eitthvað svona. Ég meina, auðvitað eru stóra ákvarðanirnar í höndum stjórnvalda og það er alveg rétt því að sko mín hvatning beinist fyrst og fremst og ég hef beitt mér mjög mikið fyrir því að það verði bættur aðbúnaður bæði í leikskólum en ekki síst og það nú kannski hefur verið mitt sérsvið, það er sko líðan foreldra og barna. Að það sé komið til móts við þau miklu fyrir það sé ekki verið að bíða eftir einhverju greiningu. Það er oft alveg augljóst hvað þarf að gera, það þarf einhverju greiningu sem að þarf að bíða marga mánuði eftir. Þú veist að við breytum áherslum og komum miklu fyrir til móts við foreldra. Og sér þetta bara, er þetta ekki bara gerlegt? Er ekki hægt að koma þessu kerfi á? Þetta er algjörlega gerlegt. Það sem við lögðum upp með í miðstöð foreldra og barna að við vorum sérstaklega að einbetta okkur að foreldrun sem að leið ekki neitt, þau voru ekki í sérlega vondum málum, en þeim leið ekki vel. Og bara það jafnvel að hitta okkur stundum 2-3 skipti, kannski
vikulega í einhverja mánuði, það bara breytti algjörlega líðan þeirra af því að það sem gerist er að kona verður ófrísk eða par á vona barni hvers kyns sem að parið nú er, ég er ekkert að binda þetta við konur eða kall og konu, að það að ganga með barn og eignast barn, það tryggur á svo rosalegar breytingar og ef þú hefur með erfiðar breytingar í farteskinu sem þú hefur kannski aldrei eins og áttaði á að hafa verið erfiðar, það getur verið flutningar á milli landa eða milli hverfa þess vegna, milli skóla, skilnaður foreldra, eitthvað sem þú er bara bitið á jaxlinn og komist í gegnum þannig, svo lendur í þessum breytingum að eignast barn, það sem öll er snúið á hvolf, þá koma gömlu tilfinningarnar og það er svo mikilvægt að vinna með þær og afgreiða þetta svolítið og skilja þetta frá, þetta hefur ekkert með þetta barn að gera. Af því ef ekki runni með þetta, svo fæðist barn sem grætur og þú fer aldrei að sofa og þú ert alltaf þreytt og þér fer að líka illa við barnið, þú fer að halda að þetta sé barninu að kenna eða þú fer að upplifa það. Það hefur ekkert með þetta barn að gera. Þetta er alltaf mjög alvarleg Þetta er mjög alvarlegt en það er svo auðvelt með réttu inngripi á réttum tíma að koma í veg fyrir þessa þróun. En heldur, það er auðvelt pólitískt kannski að skipuleggja þá, en þyrfti þá ekki að mennta líka sálfræðinga einhvern veginn? Ekkert bara sálfræðinga heldur, bara hjúkrunarfræðinga, ljósmæður, fjölskylduverð, ég meina það er alls konar fólk sem er að vinna í þessum geira sem að þarf auðvitað kannski meiri sérhæfingu akkurat af þessu sviði og við höfum verið að sækja okkur þjálfun og menntun þarna, en það þarf miklu meira en sko þetta er ekki bara fólk eins og ég svona í meðferðargeirana sem er að segja þetta hagfræðingar eru búin að sýna fram að peningar sem er varið í að annast börn vel fyrstu árin þeir skila sér margfalt inn í kerfið og af því að við spörum svo mikið ef við grípum fljótt inn í þá spörum við í menntakerfinu, félagslega kerfinu heilbrigðiskerfinu fangelsiskerfinu, dómsmálakerfinu en við erum kannski ekki komin lengra núna en einmitt að reyna að vera duglega í þessum greiningum og svo er talað um ofgreiningar og svoleiðis, það er eins og kannski kerfið virkar eins og það eins og þú segir, það byrjar svolítið seint það er eins og það verði þarna svolítið eyða frá fæðingu og fram að grunnskóla svoleiðis að það er eiginlega bara undir hælinn lagt hvort er einhver listmeðferðarfræðingur eða einhver, ég veit ekki einhver góður sem að kann að lesa í hlutina í leikskólanum til dæmis það er svo bara frekar tilviljunarkennt virðist vera. Já og kannski þess vegna fyrir við að reiða okkur á að verða svo einhvern veginn vísindalegt með greiningum að ég held að sko ef barni líður illa það er ofta ekkert mjög flókið að koma til móts við það þó þess ekki komið greiningu. Börn hafa öll svona mjög bara miklar grunnþarfir fyrir athygli, fyrir snertingu, fyrir að þeim sé svarað og oft held ég að það sem að þessi einkenni sem við erum að sjá það er einhver brotalum þar og þarna er við aftur komnar inn á svolítið hálan í svo öruglega mörgur sem finnst ég erfið af því þau heyra í sig að segja já, foreldrarnir eru náttúrulega ekki að standa sig þeir eru ómögulegir, það er ekki það sem ég er að segja af því að ég held ef foreldrar er ekki standa sig nógu vel út frá þörfum barnsins þá er það vegna þess að þeim líður ekki nógu vel eða þeir hafi ekki einhverjar forsendur sem að er hægt að hjálpa þeim til að ná það er ekki það að þeim þykir ekki vænt barnið sitt. Þannig að þetta er svona þetta þarf að vera þá heildræn hugsun svolítið að hugsa tengslin tengsl barnsins við foreldra sína og í skólanum og hugsa þetta út frá barninu. Hugsa þetta út frá barninu en ekki að horfa samt sko, mér finnst mjög mikilvægt að ekki að horfa barnið sem einangra fyrirbæri. Nei. Það var einmitt barnalæknir og sálgreinir sem ég Donald Winnicott og hann sagði það er ekkert til sem heitir ungbarn og það sem hann átti við er það að ungbarn eitt og sér, það lifir ekki. Það deyr. Þú veist, það verður að fá umönnun til þess að lifa. Við erum mest ósjálfbjarga dýra á jörðinni þegar við fæðumst. En hvernig umönnunin hún hefur áhrif á mótun heilans og þroska persónuleikans. Hún hefur áhrif á hvernig bjargráði tilengum okkur. Þannig að við getum ekki bara tekið barnið og sagt það er eitthvað að þessu barni. Við verðum að skoða hvað er að gerast í lífið þessa barns. Hvort sem það er á heimilinu eða í skólanum. Barn er aldrei einangrað fyrirbæri. Nei, ég var einmitt að segja við hérna áðan þegar ég sá titilinn á bókinni þannig að gáfaða dýrið
þá var ég eiginlega að vona að þetta væri sko handbók uppeldi hunda, af því að mér fannst handbókin þín uppeldi barna svo opaslega hjálpleg að það væri nú aldeilis gott að fá handbók líka hunda. Ég vissi að þetta fullt af handbókum hunda. Jú, það örugglega, en þá varst þú að segja að þeir sem fá sér hund fara langflestir og þeim virkilega ráðlegt að fara á hundanámskeið eða í hundaskóla, en foreldrum ekki sérstaklega ráðlegt að fara á neinn foreldranámskeið eða þeir fá enga svona upplýsingu. Þú hefur gagnrýnt þetta svolítið. Já, og reynda að koma til móts við þetta með því að búa til námskeið og fræðslefni fyrir foreldra, og ég held þetta sé að breytast. Það meira í boði fyrir foreldra. Það ekki skylda, en það meira framboð af fræðslu fyrir foreldra. Þannig að þetta attitúd svona íslenska, þetta nú rettast hingað til og hvað þarf maður eitthvað sérstaklega að fara á námskeið til að vera foreldri, þetta lítur bara að vera í með þessum gamla heila einhverstaðar, þetta lítur að vera okkur í blóðborið að kunna sem vissulega rétt, en það sem í þessum gamla heila, það hvernig við vorum alin upp. Og það getur verið frábært, en það hjá mörgum það ekki kannski alveg nógu gott. Þannig að fá svona eitthvað input þar sem að þú aðeins svona verður meðvitaður hvað þú ert að koma með og getur þá valið meira einmitt meðvita hvað viltu halda í og hverju viltu breyta. Og oft erfitt að greina þetta því að maður heldur maður sér gera allt öðru sem foreldrar sínir. Svo heyrir maður bara orðum mömmu koma út mínum munni. En það líka þessar, þú hefur nú líka svona tekið nýjustu genarannsóknir og líffræðarannsóknir inn í þínar aðferðir eða svona þín skrif. Og þessi áfallapæling að áföllin beinlínis erfist og finnist ég vel í, það ekki erfðaefninu? Jú, ég ekki nógu vel að mér það, en ég held að það sem ég kannski meira upptekin að þurfa að tala lífeðlisfræðina, það bæði náttúrulega áhrif umhverfis á mótun heilans, en líka það sem erfist að það auðvitað ákveðin samskiptamunstur og viðhorf og hugmyndir. Þó það sé ekki endilega í DNA-un okkar, þá ferðast það á milli kynslóða og ef við erum ekki meðvituð og skoðum það ekki, þá höldum við þessu áfram. Og sumt alveg ágætt að setja áfram, en ekki allt. Ef við virkilega ætlum að, kannski að breyta heiminu svolítið, þá verðum við allavega að reyna að vinna úr þessum áföllum, eða vera meðvituð og þurfum þá einhvern veginn að, er það þá líka aðferðin að vera í samræðu við dýrið í okkur sjálfum? Já, talandi áföll, það svo margt sem getur fallið undir það og það sem margir tengja við áföll, það eitthvað svona stórt eins og snjóflóð eða bílslys eða nauðgun eða eitthvað líkamlegt ofbeldi. En svo annars konar áföll sem að ég hef verið mjög upptekin af og það þessu við kallum tengsla áföll. Og það áföll sem gerast inn á heimilinu, þau ekki svona sýnileg og ekki svona stór, en þau endurtekin og þau felast í því að barn fær annarkvort ekki það sem það þarf í stuttumáli góðir hlutir gerast ekki eða vondir hlutir gerast og þetta getur verið mjög ósýnilegt að þetta kannski vanræksla, það ekki brugðist upp barnið því að það ekki séð, það fær ekki einhverjum þörfum fullnægt og þetta miklu erfiðar að sjá en þetta hefur rosalega mikil áhrif og það getur verið erfitt að átta sig á hvað maður með í farteskinu af því að eitt af bjargráðunum okkar auðvitað að normalisera það sem kom fyrir okkur. Þannig lifum við með því, þetta var ekkert svo slæmt. Og sem hópur kannski Íslendingar oft svona normalisera. Já, þetta bara hert okkur, gerð okkur, allir þessi vósbúð, þetta bara hert okkur og eflust gerða það, en það líka ýmislegt sem kannski glatast við það. Já, það svona svolítið ríkt í Íslendingum að tala aumingjaskap ef fólk eitthvað að tala áföll og núna alltaf yngri kynslóðum svolítið upptekin af áföllum og svoleiðis að þá verður kannski svolítið bakslag að það svona kallað eftir gömlu góðu siglunni. Já, en eitt útilokar ekki annað Nei. En það kannski svolítið tilhengt þess að við annarkvort erum við bara aumingjar eða bara víkingar. En þangað til að þetta verður svona almennt, sérðu fyrir þér hvernig kerfið ætti að taka á þessu vegna þess að ef til dæmis svona lúmsk tengsla rof eða lúmsk áföll sem barn verður fyrir inn á heimilum og kannski eins og þú segir fagaðilar eða bara þeir sem að kannski taka á móti barninu eru kannski ekki í vandræðum með að sjá það
en þá kannski einhver leið þessi að vera með þessa íhlutun og forræðishyggju og barnaverndar leiðina, þetta er einhvern veginn lendir alltaf, þetta er allt svolítið svona erfiðar leiðir. Já, sko ég held að fagfólk þurfi með þetta auka næmi sína og læsi á þegar þegar barn sýnir einkennum að þið líði ekki vel. Og það þarf þetta, það þarf íhlutun en ekki sko að þú talar svona forræðishyggju, hjálpin eða íhlutunin þarf þetta að vera á forsendum fjölskyldunar. Þetta er ekki það gamli óttin sko ef eitthvað að þá bara kemur barnið og tekur barnið. Það er ekki þannig. Heldur að það komi hjálp inn á heimilið. Í miklu meira mæli heldur við gerum núna. Og því að foreldrar sem eru kannski að koma úr erfiðum aðstæðum sjálfir hafa kannski ekki alist upp við góðar aðstæður, jafnvel við ofbeldið eitthvað, þeir þurfa hjálp. Þeir vilja gera, og þess vegna er svo mikilvægt, opbúslega mikilvægt finnst mér, sko fyrst á meðgöngu og meðan barnið er pínulítið, foreldrar eru svo opnir og móttækilegir fyrir hjálp, þeir vilja svo mikið gera vel, þeir eru galopnir. Að grípa ekki það tækifæri finnst mér eiginlega bara algjört glapræði. En svo líka, það náttúrulega ljósmæður og það sko ungbarnavernd og eftirlit og svoleiðis sem mann finnst verið eins og möguleiki á að þá grípa inn í. Þegar ég var að vinna í miðstöðinu þá mjög mikið af okkar tilvísinu komið mitt frá ljósmæðurum. Þær eru mjög næmar á að því þær ná oft mjög góðu sambandi við konurnar og þær konurnar treysta ljósmæðurunum sínum og segja þeim kannski að sína sumar, ekki allar. Og það einmitt vísuð oft til okkar. Þannig að ég meina kerfið þarf að virka svona sem ein heild. Þar sem að við höfum mismunandi hlutverk en getum hjálpast að grípa þessar fjölskyldur. En getur líka verið að við þurfum svona að vera hugaðir í því að tala einhvern vanda sem við sjáum án þess að fara að láta því einhvern viðeigandi svo kallan farveg, þar að segja áður að því að núna til dæmis talað að fólki að hringja í einhver númer hjá barnavernd eða ef það veit ofbeldi. Í stundum veltaði fyrir mér enginn sem að kannski bara á leikskóla talar við þetta foreldri eða svona. Jú, vonandi, en hins vegar það bara lagaleg skylda að ef að maður hefur grunum að barn sé beitt ofbeldi eða búið við aðstæður sem því hættulegar, þá ber okkur skylda að láta barnavernd vita. Og þar með ekki sagt að barnavernd koma og setja alltaf annan endan. Þeir bara koma og skoða málið og kannski koma með einhver úrræði, einhverja hjálp inn á heimilið. Því ég held að lifi svolítið í okkur þessi barnavernd að gríla. Ég held að það líka og líka mjög mikið svona það sem maður heyrir frá börnum sem hafa orðið fyrir til dæmis kynferðisofbeldi bókin, hvað heitur hún aftur nú man ég ekki alveg hvað hann heitir, í Saga Telmu þar sem að hún eiginlega svo er ekki að dæma en hún bara veltir því svo fyrir sér af hverju fólk virtist vita af þessu, af hverju kom enginn einhvern veginn til okkar og athugaði máli, af hverju kom enginn í heimsókn og af hverju til dæmis ringdi enginn á barnavernd og ég held við þurfum bara að vera meðvituð að það eru börn í þessari stöð í dag. Og þá er erfitt að taka upp síman og ringja og þetta er eins og að siga löggunni á eitthvað. Já, þú ert ekki að siga löggunni, þú ert að biðja hjálp. Og það er kannski erfitt að taka upp tólið og láta vita en það á að vera ennþá erfitt að gera það ekki. Því þá er maður að bregðast barni. Og ef foreldrar vilja sjálfur ringja sko vita foreldrar yfir höfuð hvert að hringja og þeir þurfa allir að leita sér, vilja bara átta sig á þeir þurfa hjálp að halda. Sko þeir kannski byrja ekki á barnavernd en ég meina heilsugæslan getur alltaf verið fyrsti viðkomustaður að tala við lækni, hjúkrunarfræðing, ljósmóður þar og rekja sér svo áfram, fá fyrstu hjálpina þar. Við þurfum ekki að fara upp á efsta stig alveg strax. Nei, einmitt, en þá er nú kannski erfitt að fá tíma hjá heilsugæslunni þannig að. Já, misjafnlega en ég meina maður bara bankar svolítið þétt. En það er alveg vandamálið þetta eins og með meðstu fóreldra og barna sem núna geður svo teymi barna. Ég meina það er náttúrulega alveg stórkostlega undirmannað. Það getur enga við en annað þeirri þörf sem að þarna úti og það er mjög stórt ágefni. Nú er ný ríkisstjórn. Hvað getur þú svona, þetta er nú svolítið stór spurning en
Gætur þú í fljótu bragði séð hvað þyrfti að gera? Bara... Já, það gaman að skuli nefna það því ég var einmitt að lesa bara áður í kominga bréf kollega mitt fyrirverandi samstagskonur miðstöðinni sem einmitt að senda inn til ríkisstjórnarinnar og vekja athygli á því hvaða felst mikill sparnaður og miklu betur farið með fjármagn að nota það fyrr á ævi barnanna heldur en síðar að nota þetta þess að fyrirbyggja frekar heldur en að gera við mörgum árum síðar. Þannig að þú myndir stiða við að bara stór auka starf á hvað heitir það, á heilbrigðis hvað heitir þetta sem vorum að tala um? Já, eins og í geðheilsumiðstöðum. Já. En geðheilsumiðstöðunar eru núna innan heilsugæslunnar. Já. En þetta sem ég að tala um það geðheilsumiðstöð barna sem bara á einum stað. En ég menna það getur verið sambærileg úrræði víðar. En það sem lögð áhersla á að vinna með foreldra og börn saman og skoða líðan þeirra í samhengi við reynsluna og hjálpa þeim til þess að vinna úr erfiðum tilfinningum svo að það sé ekki að trufla of mikið samskiptin við barnið. Af því að segjum ef þú ert foreldri sem hefur átt í ofbeldissambandi til dæmis, hvort sem það þegar þú varst barn eða jafnvel fullorðin, svo eignastu barn sem það grætur og mjög krefjandi og öskrar á þig. Þú ert ekki ofsalega vel í stakk búin til þess að heyra tjáningu barnsins. Ég hef spurt nokkrar mömmur, hvað heyrirðu þegar barnið grætur? Og þegar fleiri en ein og fleiri en tvær sagt, ég heyri bara hún segir þú ert ömurleg, þú skilur mig aldrei. Ég vildi eitt aðra mömmu. Og sem ekki það sem barnið að tjá. Barnið að tjá, veist, mér líður svo illa, getur hjálpa mér, viltu taka mig í fangið eða, veist. En bergmálið úr fyrri samböndu þar sem þú hefur upplifað að hafi verið komið illa fram við þig og auðvitað er þetta barn ekki að koma illa fram við þig en þú getur upplifað það. Þú fari ekki að sofa í friði, þú fari ekki að borða, þú fari ekki að komast í sturtu, þú ert alltaf á forsendum þessa barns. Þannig að það getur þurft að vinda ofan þessari erfiðu lífsreynslu til þess að hún yfirfærst ekki á barnið. Og þetta er ekkit svo flókið ferli, þetta er bara einhvers konar afvinding, þú ert einhvers konar viðgerð leiðrétting svona. Þetta er alveg sársaukafullt ferli en þetta er líka ferli sem það fylgir því mjög mikið léttir að geta skilið akkur manni líður eins og manni líður. Það sé einhver ástæði fyrir því ekki bara ég sé svona ömurleg manneskja heldur, það er ástæði fyrir því mér líður eins og mér líður. En hvernig líður þér núna, sem sagt, þú ert búin að vera að berjast fyrir þessu, fyrir svona bættum kjörum eiginlega barna og foreldra og þess að þetta samband, sterka samband foreldra og barna og við umönnunaraðila bara, að það sé virkilega og sé, sem sagt, fjallað það á mjög faglegan hátt og allur reynslubóngin tekin með og svo leiðis. Líður þér svona eins og það sé á þig hlustað eða ætlar að skrifa bækur fleiri um þetta? Ég örugglega held nú áfram að skipta mér eitthvað að þessu en mér líður alveg eins og það hafi mikið breyst. Þegar ég gaf út Árin sem engin mann, það var 2009 þá var þetta svolítið, fótti mörgum þetta svolítið skrítið, þú veist, hvað sem er ekki búin að gleyma þessu, ég meina hvað máli skiptir þetta þessi fyrstu ár, það er allir búin að gleyma þeim. Ég held að sé ekkert mjög margir í dag sem að halda það. Nei. Þannig að það hefur orðið gríðarleg breyting og mér finnst umræðan vera að breyta svolítið. Þetta er ekki bara, veist, að ég vilja selda konurnar heim og tjóðraðar við eldavillin og eitthvað, þú veist. Mér finnst orðið miklu meiri breytt í umræðinu og þetta er ekki bara konur, þetta er foreldra og rétt foreldra til þess að velja ólíka hluti, sumum hentar eitt og öðrum eitthvað annað. Það er ekki eitthvað eitt sem allir verða að beygja sig undir. Nei. Og mér fannst þess svolítið fara úr einum öfgonum í aðra. Hérna áður fyrir var það allar konur urðu að vera heima. En svo var það komið út í þannig allar konur verða að setja börnin á leikskóla. Ef þú gerir það ekki þá er eitthvað að þér. Og ég hef hitt margar konur sem hafa fyrir einhverjum árum, ég held að sé ekki eins í dag, en sem hafa sagt mér að þær völdu að vera heima og þær urðu fyrir bara miklum fordómum. Þær hefði engan metnað, þær var að svifta barnið sitt námstækifærum. Þú veist, alls konar. Já, það er svona, villum brenna við líka núna, pínulítið svona harka í umræðinni og svo er það þessi agamál sem sagt ofbeldi í skólum og kennarar að kvarta undan agaleysi raunverulega foreldra og kalla eftir að foreldrarnir
axli ábyrgð einhvern veginn. Já. Þannig að það er svona, það er aldrei svona síður upp úr víða. Já, og sko, ég held að aga vandamál séu í grunni tengsla vandamál. Þú getur ekki að aga barnið, þú átt ekki tengsl við það. Og þú segir líka til þess að eiga tengsl við það, þá verður raunverulega að aga það, er það ekki? Jú, auðvitað, þú voru að setja því mörk, þú voru að kenna því á mörk og við fyrst auðvitað heima bara með litlum mörkum og þola að barninu mislíki, það verður reitt og það verður sárt, en hjálpa því í gegnum það. Veist, sumt var má ekki og það er ekkert til umræðu og það er ógeðslega erfitt, en þú getur hjálpa barninu með það. Og það er rosalega mikið atrið að kenna börnum mörk og aga þau í þeim skilningi alveg frá því þau eru bara nýfætt. Veist, það er ákveðin regla á hlutunum, þú veist, það er agi. Við borðum hér og við sofum hér, veist, eitthvað svona, eða við sofum á nóttunni og vökum á daginn. Það er svona ákveðin regla. Til þess að búa það undir að þegar það þarf að beygja sig undir aga í skóla eða vinnustað, að það upplifið ekki sem niðurlægingu. Það sé verið að taka af því stjórnina og það sé einhvern veginn af því að það sé eitthvað, þú veist, það að það fá ekki að ráða, það sé einhver áfellistómur yfir því. Erum við ekki svolítið föst í, sko, það er annarkvort ást eða ægi, eða það er einhvern veginn svona... Jú, en ægi er ást. Já, þannig að þetta er raunverulega eins og þú talar kannski, eins og maður hefur lesið, þetta er ægi af ákveðnum toga. Það skiptir mjög miklu máli hvernig ægi og hvernig ægin er nál... Já, við erum ekki að tala um valdbeitingu eða, þú veist, hörku, heldur að þetta geta alveg mest álinn stein þegar þeir eru ólíkir viljar, en það er auðvitað sá eldri og þroskari sem á að vita og þarf að vita hvað er fyrir bestu. En ef það vantar upp á þennan svona jákvæða, kallast þetta jákvæður ægi eða bara aga svona, og sem er í samspili við kærleikann að þá eiginlega brýst út ofbeldi einhvers staðar virðist vera svona. Já, ofbeldi, sko, það er svo margt sem að gerist þá. Ég held að, sko, þá er líka því vorum að tala um heilanáðan og dýrið í okkur, að þegar við erum undir miklu tilfinningarlega álagi, rosalega reið eða hrætt, þá eigum við mjög erfitt með að hugsa og þá koma meira þessi primitífu impúlsar að berjast eða flýja. Og við getum upplifað okkur sér ógnað. Ég vissum að þessi börn sem er að bera hnífa, þau halda þau sér að verja sig. Það eru flestir sem kaupa sér vopn í Bandaríkjunum. Það er allir að verja sig. En svo þegar til kemur að þá ógnin er kannski ekki raunveruleg, hún er upplifuð. Og þá er svo, þegar á þangaði komið, þá er svo langt í hugsunina. Og þetta er þá börn sem hafi ekki lært einmitt að tempra líðan sína og hugsa undir álagi, heldur að akta út, bregðast við. Og kannski hefur það verið normið á heimilinu. Þú veist að þegar það hitnar í kolanu þá er ekki hæfileiki til þess aðeins að róa sig og hugsa áður að bregst við. En við þurfum að horfast í augu við okkur sem dýr svona, og læra tala við sjálf okkur og aðra svona, áður en að dýrið bara verður einhvern veginn, þetta dýr þarf þá einhvers konar aga líka eða hvað? Það þarf að hafa mikinn hemil á því og það gerum við þess, til dæmis með hugsun en til þess að geta hamið dýrið að þá þurfum við að gangast við þurfum að viðurkenna það þarna. Við þurfum að viðurkenna að við höfum tilfinningar sem okkur finnst kannski skammarlegar sem okkur finnst ekki fullorðinslegar og við viljum helst ekki alls ekki deila með öðrum og helst ekki vita af. En ef við erum þar þá er miklu meira hætt að við öktum það út og að við sem sagt bregðumst við eins og dýr heldur en að við getum hugsað það, viðurkennt það og annarkvort leita hjálpar til þess að ná niður streitunni eða með tímanum ef við höfum fengið nóg mikla hjálp þá getum við gert það sjálf. En er nógu mikil svona áhersla lögð á tilfinningatjáningu og svona tilfinninga ég veit ekki, upplifun og í skólakerfunum heldur þú? Sko ég held að vandamáli við bara tjáningu, hvort það er tilfinningar eða hvað, til þess að ég tjái mig, þá þarf einhver að hlusta. Og hver hefur tíma til þess? Eða þol.
það er mjög tímafrekt að hlusta á barn, bæði að heyra hvað að segja en líka taka við líðan þess að því börnum líður oft illa og þegar við tölum við barn sem líður illa þá getur það smitast yfir okkur fyrir að líða illa og frekar en að með þetta dvelja í því og hugsa kannski hvað það er og svona vinna okkur út úr því með þeim hætti þá er kannski fljótlegra að bara dreifa huganum og koma með einhverja lausnir eða gera eitthvað skemmtilegt og börn eru náttúrulega fljóta átt að sjá því ef að það sem þau hafa að segja lætur foreldrun líða það illa að þá svona er börnin frekar fljóta átt að segja að það borgir sér bara ekkert verið að segja það og svo eru foreldrarnir svolítið hissa og þau fá aldrei neitt að heyra fá aldrei að vita neitt og barni kannski virðist líður bara vel og allt í lagi en sko varum að tala áðan ofbeldi hjá börnum og börn sem eru svona krefjandi og erfið þau virkilega það auðvitað þarf að sinna þeim en það þarf ekki síður að sinna hinum sem að draga sér í hlé og láta aldrei á sig bera og eru svona þægileg af því að í fyrsta lagi þá er kannski auðvelt að líta fram hjá þeim af því að þau ger ekki kröfunar en í öðru lagi þá höldum við kannski að það sé bara allt í fína þarna sem að er ekki endilega því börn eru mjög næm eins og þú segir, ef þau finna að þegar ég tala hvað mér var strítt í skólanum eða hvað krakkarnir voru leiðileg við mig eða kennar hlustar ekki á mig hvað það er, ef ég finn að mömmu finnst óþægilegt í tala það og hún verður kvíðin og stressuð eða gerir eitthvað, hringir í kennaran og rífst við hann eða eitthvað þá læri ég náttúrulega þetta bara ræði ekki við hana og þá er frekar langt í kannski næsta eyra sem er til í að hlusta já og þú líka og það er kannski það eitt að snúna í þessu ef þú elst upp í þannig aðstæðum þá yfirfæru það yfir og aðrar aðstæður setna mér þú segir það er langt í næsta eyra það er kannski ekki langt í næsta eyra en ég yfirfæri reynslu mína af mammu í þessu tilviki yfir á þig og yfir á kennaran og yfir á vini og finn alltaf eitthvað til að staðfesta já, þau vilja ekki hlusta á mig, þau hafa engan áhuga á mér og upp frá því kemur svo hugmyndin já, ég er bara ekkert áhugaverð mitt eina sagan sem er áhugaverð það er ef ég ger eitthvað af mér eða verð fyrir einhverju rosalegu eða það er eina svona sem er hlustað ágreinlega eða markam og fréttir þá er það bara eitthvað svona suddalegt og skuggalegt sem að færa athygli já, það er nákvæmlega það er það sem kallar á athyglina er mjög frekt á athyglinna. En hlýnun jarðar, ef við endum nú á því þar sem við byrjuðum á greininum heimsenda kvíðan hvernig við að svona bregðast við þá finnst þér, eða svona ef við pælum í þessu út frá börnum eins og þú ert að gera ef við þá kannski svolítið að eins og segir ræða við börnin þetta Já, ég held að getum ekki náttúrulega þröngvað hvorki þessari vitnesku eða nokkur í fræðslu upp á þau en vera vakandi fyrir því ef þau eru börn í okkar umhverfi hvernig þeim líður og leyfa þeim að spyrja spurninga og reyna að svara þeim af sem mestu og þetta á ekkert bara við hlýnun jarðar bara hvað sem er af eins miklum heiðarleika og við getum og leita okkur upplýsinga við vitum oft ekki stöðum mála ég meina ég vissi ekki mjög margt, ég veit betur núna eftir að hafa lesið bara eina bók og það er svo auðvelt að verða fyrir áhrifum af alls konar umræðu sem að er ekki endilega vel ígrunduð og það er erfitt að sjá í gegnum jafnvel hjá virtum fjölmiðlum ég les til dæmis Guardian á hverjum degi og það er svona 3/4 hver grein núna þessa dagana Trump og það er allt þetta sé náttúrulega alltaf að fara lóðbeint til andskotans og það má vel vera að sé heilmikið til í því en þessi fréttamenn eru náttúrulega bara undir sömu streitinu og við sama óttanum og þeir skrifa út frá óttanum en við höfum tilhneigingu til að þetta er virtur fjölmiðl þá tökum við þetta sem svo, kannski svolítið sannleika Ég kannski líka ég veit ekki, maður er líka svolítið kannski kvektur á afneitunar sinnum, þar að þeim sem vilja ekki minnast á að hlutinni séu slæmir eða horfast í augu við þá og þá sé nú betra allavega að segja bara eins og það er og lendir þá kannski í því að vera svolítið horfa dálítið mikið á þá þetta slæma sko
og ég hugsa kannski sumir það sé aldrei fast í annarkvort afnetta og fegra rosalega eða vera með svona svarta mynd sko. Já, það þessi tvíhyggja sem svo hættuleg og en svo ofsalega algeng af því það, sko, ef ég trúi því að heimurinn sé bara farast og bara lifi lífi minni samkvæmt því, þá finn ég eitthvað öryggi í því, þó mér finnst það alveg hræðilegt. Þá var ég bara fegin að ég fer að deyja til dæmis. Ég þarf ekki að lifa þetta. Ég meina, ég hef alveg fengið þannig hugsanir. Ég fegin að ég, þú veist, þarf ekki að gangi gegnum þetta. En ef ég meira meðjunni, segi jú, ástandið slæmt, en við erum ekki að farast og það margt sem mun verða erfitt en það líka mjög margt gott að gerast. Þá erum við að komin á gráasvæðið sem miklu meiri evi og það miklu erfiðar að vera þar, ekki bara í loftslagsmálum heldur yfirleitt. Að vera það sem að maður veit ekki alveg. Þetta svolítið svona og svolítið hins segin og maður það svolítið að vega og meta og veit ekki. Af því að þegar þú ferði í annarkvort þetta svart eða hvíta, þá gefur þér einhverja fullvissu og hún gefur þér öryggi, þó að fullvissan sé ömurleg. Og þú talar nú mitt svona öryggi, tilfinningarlegt öryggi, en þú vilt samt svona hvetja fólk til að fara yfir á gráasvæði, yfir í óöryggið og búa til einhvers konar öryggi þar eða hvað, Ég held að sko við þurfum einhvern veginn að efla okkar eigið öryggi til þess að þola óöryggið, af því að heimurinn mjög óöryggur staður og lífið bara yfirleitt. Þetta öryggi sem í þessu svarthvíta, það er falskt öryggi. Já. Þannig að ég held við þurfum að sko efla okkur í að takast á við óþægilega hluti, óþægilega staðreyndir. Við þurfum að styrkja það sem ég kalla sálrænu vöðvana. Styrkja geta okkur til að horfa á hlutina eins og þeir eru, ekki eins og við vildum þeir væru. Og sjá við þeirri viðleitni kannski að fara með þetta í annarkot pólinn, leita öryggis í því og ég veit að þetta hljóma svolítið langsótt hvaða öryggi í því að heimurinn sé að farast. Það ekkert öryggi. En það samt einhvern veginn það þessi tilhneiging mannsins að sjá alltaf fyrir það versta til þess að komi mann ekki óvart. Ég held að það sé það sem óttast hvað mest og það auðvitað það sem gerist í mörgum áföllum. Það gerist eitthvað sem þú áttir alls ekki vona og það setur lífið þitt algjörlega á hvolf. En þetta ekki líka pínulítið svona afsala sér ábyrgð að vera hrættur við að takast á við þetta að því raunverulega á þessu gráasvæði þarna þá þarf þú að gera eitthvað, ekki þú þarft einmitt að efla vonina og kannski leggja þetta mörgum með því að hlusta og tala eða eitthvað svoleiðis, en ef þú ferð í þetta svart eða hvíta þá getur meira farið svona bara í einhvern hóp og og þarf ekki kannski að hugsa svo mikið. Nei, það svona prógram, það eru tilfyllt af prógram fyrir þetta svarta og fyrir þetta hvíta. Já, og það eru svona absoluts, það eru svona þetta bara svona og þetta bara svona og það ekki því að gera og bara en á spilinu þarna milli þá ekki svona ofsalega skýr svör. Þú þarft að hugsa, þú ert að lesa, þú ert að tala, þú ert að finna. Veist, allt sem gerir okkur að manneskjum. Þú þarft að virkja það og það ekkert endilega auðvelt. En hitt svona gerfi auðvelt að velja annarkot pólinn. Og til þess til að vera þarna efla þessa næmi, efla tilfinninguna fyrir því sem að getur farið vel og þá þarf ekki, eins og þú segir, þá þurfum við að vera í samræðu og tengslum. Já. Svona alvöru tengslum. Já, og sjá við kannski þeirri viðleitni, svo náttúrulega mjög algeng á netinu að fara bara í svona bergmálshella, að tala bara við fólk sem hefur sömu skoðun og ég, til þess að, þú veist, þá get ég verið alveg öryggi mínu. En einmitt, það erfið að láta augra hugsunum sínum og viðhorfum og skoðunum og þurfa að hugsa. Og dýrið vill það fara í þetta svarthvíta eða hvar? Já, það vill einfaldinir. Og ég meina þetta berjast og flýja, þetta eru tveir svona mjög einfaldir pólar sem að henta mörgum dýrum vel en ekki manndýrinu. Þannig að stríðin og stríðsátökun, polarisýringin þar svona ansi, Já, hún nú kannski ljótast að myndina þessu það sem að þú einmitt afmennskar hina manneskjuna til þess að geta drepið hana. Þannig við þurfum að kalla svona dýrin saman á samræðu svona og torgi. Eitthvað svo leiðis. Sæunn Kjartansdóttir, sálgrein og rithöfundur, kæra þakki fyrir að koma að rauðaborðinu og ræða málin við okkur. Man langar nú til að ræða bara ansi lengi enn við þig eða fá þig, það væri nú bara gaman að þú væri með svona reglulega lítinn skóla hérna við rauðaborðið en við ætlum ekki vera gráðu
þökkum fyrir okkur og ég þakka hlustundum og áhorfendum fyrir að vera með okkur í samræðinni. Förum í frímínútur og höldum áfram eftir smástund. Takk. Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu.